Eigum við að byrja þetta? Byrjum þetta. Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin í Dramakastið. Ég heiti Embla Og ég heiti Jóhanna. og já, við erum búin að vera með hugmynd podcast mjög lengi. Ótrúlega lengi. En við erum einhvern veginn bara búin að vera með þessu hugmynd og langa ekki mikið að vera podcast og bara eitthvað svona að það væri svo gaman og alls konar hugmyndir og búin að skrifa niður einhver topics og bara óksla lengi. En síðan einhvern veginn aldrei svona almennilega orðið neitt úr því. Já. En núna erum við. We're ready. Loksins. We Loksins. are ready. Og Blemmi komin á klakan og Woohoo! við erum til í tuski, sko. Já, þannig að svona fyrir þá sem að kannski líka ekki þekkja okkur og eru svona að koma hingað og sjá okkur fyrst skipti, þá ætlum við svona að kynna okkur líka bara til að útskýra eins hverjar eru þessar gælur, hvernig þekkist þær, hvað er í gangi, hvað er þetta podcast að vera? Hvað held að það er eiginlega að það er séu? Já, nálega, akkur ætti ég að hlusta á þær, það fyrir eitthvað einhver aðra, sem að ég bara eiginlega veit ekki, þannig að, vilt þú byrja? Take it away. Take it away. Ég heiti Jóhanna og ég er hálf flugfreyja og hálf félagsliði í heimaþjónustunni í Reykjavík, sem gamla fólki okkar líka. Og ég á mann sem heitir Gunnar, 2 lítil börn sem heita Tanja og Tandri Sætbönnin, og Embla Guðmóðurinn. Of course. Þeir best. Já, líka mjög fyndin saga þetta, bara komin að það með mannin þinn. Að ég, sko, er náttúrulega skild honum, þannig ég er náttúrulega frænka barnanna þeirna. Það er galið. Og þú varst örugglega bara búin að, þú veist, þekkja hann í eitthvað viku eða eitthvað. Já. Þegar ég bara fór inn á Íslendingabók. Komist að Bíddu þessu? nú við. Þetta er bara típist Ísland. Já. Bara eitthvað, byttu nú við. Kannast eitthvað við hann. Þannig að við erum skild. Þannig að, Ógeðslega fyndið. já. Af því við vorum alltaf, þegar við vorum minni, þá vorum við alltaf að tala um hvað er ógeðslega gaman ef að ein okkar yrði í alvörunni blóðskild börnunum okkar eða koma inn í fjölskylduna eða eitthvað svoleiðis. Svo típist líka bara eitthvað svona bestu vinkonur, eitthvað svona, oh my god, þú veist, ef við myndum byrja bara með einhverjum bræðrum eða Já. eitthvað. Eða eitthvað svona. Já. En, þannig já, það er mjög skemmtilegt. Já, that's me. En þú, hvað heitir hún og þú? Já, hvað heitir þú, góð mín? Ég heiti Embla. Ég vinn á samfélagsmiðlum við svona efnissköpun. Það er svona skemmtilega. Hún er að reyna að segja okkur í fallegum orðum að hún sé áhrifaldur. Já, mér finnst það bara svolítið leiðilegt orð. En samt ekki, þú veist að mér finnst það ekki leiðilegt orð, mér finnst bara öðrum finnst það leiðilegt orð. Já. Þannig að það finnst mér asnalegt að segja. En ég er áhrifavaldur og vinn við það. Er nýflutt heim frá London og bjó í London seinustu 4 ár. Það er ekkert eðla langur tími. Ógeðslega fljótt að líða samt, finnst mér. Já. Eða þú veist, bæði og. Og mér finnst ógeðslega langt síðan að ég bjó heima, en líka ógeðslega stutt síðan ég flutt, ég veit ég, ógeðslega skrítið. Já. En þannig ég var það seinustu 4 ár, bara að vinna við það sem ég er að gera og svona og er núna nýflutt heim. Og þá líka er núna fullkomið tækifæri fyrir okkur að get Græja into þetta. it. Já. En sko, já, við erum sérst búin að vera vinkonur, Vinkonur. bestu vinkonur. Takk. Við erum búin að vera kunningar, Ég er bara Svona? svona þekkjana eða eitthvað. svona alltaf, í 12 ár. 13. Akkur séu 13. Það er 2005. Við kennum 2012. Do the math. Do the math. Já, alltaf 13 ár. fæn. 13 ár? En við svo kynnumst í grunnskóla. Ég var sérst búin að vera í sama grunnskóla bara síðan í 1. bekk og síðan í 8. bekk. Kemur þessi skvísa inn, frá Selfossi og móður mín neyði mig fyrsta daginn til þess að tala við hana. Sko fyrir framan mig, Já. ég stóð þarna með mömmu og Það er eftir skólasetninguna. já, Já, þú veist, já. já, ég stóð þarna með mömmu, þú og mamma þín stóðu annarkvort fyrir framan eða aftan okkur Já. og mamma þín segir eitthvað svona, viltu ekki segja hæ við nýju stelpuna? Já, og ég bara eitthvað svona, svo típist bara eitthvað svona, mamma, Og mér Ég- fannst þetta svo vandræðalegt. þetta var svo vandrað og ég bara svona snýmið eitthvað svona, hæ, og ekkert meir. Ég er náttúrulega líka bara ekkert eðla vandræðilega feimin típa sérstaklega þarna, Já. þannig ég bara eitthvað svona,
Já, og þetta var það eina sem ég sagði örugglega við þig hérna fyrsta dag. Já. En síðan, einhvern veginn, byrjuðum við bara að verða ekki að góða vinkonur. Og allt í einu voru orðnar bestu vinkonur. Já, við byrjum náttúrulega að vera vinkonur svona fyrir alvöru þegar við fórum í leiklist saman. Í skólanum. Já, leiklistskólanum, já. Þannig að, og þá vorum við Það var mjög skemmtilegt leikrit. Já. Svo sagði listrænar, leiklista ævar, báða tvær. Og ég er ekkert listræn. Það er ekkert listrænt við mig á engan hátt. Sko ég er alveg listræn, en ég er ekki góð upp á sviði, sko. Já. Þú veist, ég er ekki, þú veist ekki að fara að setja mig upp á svið og ég er að fara með eitthvað leikan frá mig, það er ekki alveg my specialty, get alveg við hvernig það er, sko. Já. Já, þá byrjuðum við að vera svona mjög góða vinkonur og síðan fórum við, já, vorum saman hann 3 ár í grunnskóla, fórum síðan saman í menntaskóla, í MH og góð ár. Já, og hérna unnum saman á Snæland í menntaskóla. Sem var líka mörg ár. Mjög mikið skemmtilegum sögum það. Við verðum meðlega svona það ángriðis gæti verið heitt þátt. Já. Það er meira ruglið. Já, en það er mjög skemmtilegt. Og við höfum líka unni alveg fleiri vinnustöðum. Já, vinnustöðum saman. Ég var stundum svona gett insecure með íslenskuna mína út af því ég er búin að búa svo lengi úti. Þá líður stundum bara, er ég að fara að segja hvað íslenskt? Hefum við á mörgum vinnustöðum saman, fórum saman í Reykjavík Makeup School árið 2017. Já, pældi því. Við vorum 17 ára. Já. Með menntaskóla og vorum með menntaskóla prófunum okkar á allt. Það fórum við í skólan til 4, fórum í Reykjavík Makeup School til 10 og þannig voru bara, það voru 9 vikur eða eitthvað. Já, þetta var bara á hverjum einstegi, var þetta 4 vikur kannski, en þetta var allavega ógeðislega mikið. Já. Ég man svo vel eftir þessi tímabili. Ég var alltaf komin ógeðslega seint heim og þurftum bara að þrjóða bustana sína. Já. Og eitthvað svona, og við fórum eiginlega alltaf, manstu, við fórum eiginlega alltaf í aktu takti eftir. Hvað var það sem við fengum okkur alltaf? BLT. Já, er það ekki? Eitthvað samloku. Já. Ógeðslega asnalega, en hún var svo góð. Þetta var bara svona a ritual. Já. Svo gaman. Smá little treat eftir daginn. Það er ekki svo skemmtilegt. Útskrifuðust við menntaskóla. Þú veist, síðan þá, svolítið langt síðan þá, hefur mjög margt gerst. Við erum búin að vera long distance besties. Já, í svolítið langan tíma, en erum svona bara closer than ever. Það er rétt. Ég fór alveg nokkur sinnum til London og svo vorum við bara ótrúlega að koma heim. Já, og svo erum við bara ótrúlega duglegar að bara FaceTime daglega og vorum alltaf í sambandi einhvern veginn næstu í alla daga. Algjörlega. Og ég held að sé ekkit endilega eitthvað sjálfsagt heldur, þú veist, náttúrulega báðar svona, bæði það erum við, maður heyrir bara svo oft af því að vinkonur sem eru búin að vera vinkonur svona lengi, fara síðan svolítið sér ykkur áttina og sérstaklega þú veist eins og við erum náttúrulega á mjög ólíkum staði í lífinu rauninni. Mjög ólíkum, sko. Þú átt 2 börn. Já. Ég á engin börn. Ég á 2 kisur. Já. Og bara svona, þú veist, ég er búin að búa úti, það er einhvern veginn svona eiginlega, er það ekkert eitthvað óeðlilegt ef við hefðum eitthvað driftað, en við erum bara búin að ná að halda ógeðslega nánar í mjög langan tíma. Nákvæmlega. It's very good. Hann er bara, þrifald húra, segir maður það ekki í norsku? Hipp hipp húra! Nei, þú segir hipp hipp og ég segir húra. Hipp hipp húra! Ég er sérst hálfnorsk líka, fyrir það sem vita ekki. Já, ég gleymi að segja það. Já. Ég er hálfnorsk. Lítið normæðurinn okkar. Já, en já, þannig að það er svona status í dag. Og við erum bara með ótrúlega mikið af skemmtilegum topics og hugmyndum og eitthvað sem okkur langar að tala um og spjallum og líka bara eitthvað bullist. Við erum bæði með topics og eitthvað alls konar sem okkur langar að tala um, en síðan finnst okkur líka bara ógeðslega gaman að vera bara eitthvað að bladra og láta ykkur hlusta á það. Já, basically. Og við erum alltaf bara nýbyrjaðar með þetta ef að við erum ógeðslega opnar fyrir hugmyndum og ef að þeir eru með eitthvað sem þið vilja að við tölum um eða viljið senda eitthvað inn eða með eitthvað sem að þið vilja við prófa með eitthvað svoleiðis, þá erum við opnar fyrir því líka. Og við erum bara ógeðslega spenntar fyrir því að gera þetta einhvern veginn með ykkur öllum og já. Það verður one hell of a ride. It'll be so fun. Manstu eftir gamla bílnum mínum, draugnum sem var í Jarisnum? Manstu eftir? Ronda. En það var náttúrulega, ég veit náttúrulega núna að það er náttúrulega útvarpsstöð Ronda. En sko þetta var
Þetta var svo fyndið, þetta var sérst gamli Jara sem minn, ég sakna hans hverjum degi. Litla rauða þruman. Já, þetta einu bíli sem ég nokkuð tímann átt og ég elska hann svo mikið, þetta var sérst 2002 módel eða eitthvað sakaleg. En þetta var sko, alltaf þegar við vorum að keyra hann, það kom alltaf bara svona allt í einu, skiptist útvarpsstöð og alltaf sama útvarpsstöðin sem það skiptist í og það var alltaf ronda sem svona klassísk tónlist. Þannig að byrja alltaf svona allt í einu kom bara geðveikt há klassísk tónlist á svona gett creepy hátt. Já. Og við vorum bara að keyra á kvöldi til eða eitthvað sem komið, þá vorum við bara, þú veist, það vorum búin að, já, þannig að pointið með þessu var að við vorum búin að ákveða að þetta væri draugur sem héti Ronda. Það væri draugagangur í bílunum. Svo mjög fyndið. En pælingin okkar okkur langar að vera með í hverjum þætti eitthvað svona fave of the day eða svona thing of the day eða eitthvað svoleiðis, eða thing of the week eða whatever. Já. Sem við ætlum að tala um og það má vera hvað sem bara mjög opið. Þannig að bara eitthvað svona sem við erum obsessed með þá vikuna. Já, eitthvað svona uppáhalds, já. Þannig að, erst þú búin að hugsa með eitthvað skemmtilegt? Sko, það sem ég er búin að vera obsessed við í þessari viku, það er ylva, eða svona body spray, blátt, ég man ekki alveg númer hvað það er, ég ætti kannski að fara á athuga. Frá San Hero. Býtu, það heitir Sol Janeiro. Í alvöru? Þetta er svona spænsku kunnáttum. Sol de Janeiro. Sol Janeiro. Sol de Janeiro. Akkur setur þið D? Og þetta er spænsku? Já, Sol Janeiro. Er þú ekki búin með svona fjóra spænsku áfanga eða? Jú, og þess vegna var... Ég skal sína þér. Sol de Janeiro eða whatever. Svona. Eða Sol de Janeiro. Janeiro? Hvað reymir þetta? Janeiro. Ok. Ég er náttúrulega afbragðsgóð í spænsku. Við erum báðað mjög góður í spænsku. Kannt að segja, hæ, ég heiti Embla. Hola, me llamo Embla. Ég tók náttúrulega 4 spænsku áfanga, sko. Ég líka. En ég kann nú voða lítið, sko. Hola, me llamo Embla, ¿cómo estás? Muy bien. Una cerveza, por favor. Un helado, por favor. Una helado fresa. Hvað það? Jarðaber? Er það ekki einn jarðabrís? Jú. Amigo. Svo, una con gas, por favor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Já, þetta er svona eins langt og spænsku kunnátt okkar nær. Því miður, takk MH fyrir þetta. Takk fyrir. Við hefum alveg kannski mátt fylgjast þetta með. Ok, en okkur langaði svona aðeins, þú veist, í þessum þætti, okkur langaði bara svona að kynna okkur, kynna podcastið, bara byrja þetta líka og síðan langaði okkur líka bara svona aðeins tala um svona okkar current obsessions, hluti sem að við erum búin að vera að fíla og búin að vera svona obsessed með basically. Og við erum með nokkar kategóriur. Ef að segja bara svona síðustu 2 mánuði. Já, bara svona síðustu 2 mánuði eða bara svona at the moment. Já. Eins og current obsessions þættir. Ég veit hvað þú er búin að horfa á. Það er Shameless. Ég verð að horfa á það. Ég er nefnilega bara nýbúin að uppgöta þá. Ég vissi að þeir væru þarna, en ég hafði bara aldrei hort á. Þeir eru búin að vera til lengi, það ekki? Þeir eru búin að vera gamli þættir? Jú, þeir eru búin að vera til ógeðslega lengi, ógeðslega margar seríur og ég bara einhvern veginn rampaði inn á þá og er bara föst núna. Er þetta, þú veist, grín? Já, þetta er svona samansafn af alls konar. Þetta er grín og romantík og fyndið, gaman. Gaman saman. En sko, við erum alveg mjög lélegar í svona að við vorum að tala um þetta, við erum alltaf að reyna að fá hver aðra til að horfa á sama þátt að við erum að horfa á en síðan neitum alltaf að gera það. En ég er líka festist svo ógeðslega mikið í... Fáránlegum þáttum. Ég er svo skrítin með þú veist þættina sem ég horfi á. Ég festist bara í einhver random og þá bara vil ég bara horfa á það, ég vil ekki horfa á hérna. Og alltaf ef að vera að mæla með einhvern þáttum, maður er alltaf svona, já, ég læt á listan. Læt á síðan, er ekki en listi. Bara the list does not exist. Er hann bara til í kollinum? Já, mér langar alveg að horfa þetta eitthvað tíma, en þetta er bara sama og ég var að segja með eins og hann að Selling Sunset og eitthvað. Og hann Real Housewives, það er allir sem ég þekki í lífinu mínu, alltaf tala um Selling Sunset, Real Housewives of whatever. Og ég ok, ef alla vinkunum mína fíla þetta, hlýti ég að fíla þetta líka, en sem bara kemst ég ekkert inn í þetta.
Já. Og ég veit ekki að gefa því sens. Þú ert ekki búin að gefa því sens. Nei, ég veit það. Nei. En ég er bara með mína þætti sem ég fíla. Já. Og at the moment er ég að horfa á How I Met Your Mother sem ég veit ekki svo af hverju ég byrja að horfa á það. Astnalegt. Ég horfði á það senast þegar ég var 13 ára eða eitthvað. Og síðan var ég einhvern daginn bara svona, já, ég ætla að byrja að horfa aftur. Ég reyndi að byrja daginn að horfa aftur á Vampire Diaries. Já, þeir eru náttúrulega góðir. Það er alveg good shit, sko. Já, ég er bara að klára það aldrei. Ekki heldur. Ég horfði alltaf bara á, sko, ég held ég hef hort á tvisvar á, þú veist, seríu 1, 2 og 3 og svo bara hætti ég. Já, þetta er svona, en það eru sem þættir svona, það sem að, þú veist, Það maður kemst eða maður kemst ekki lengra. Já. En út af síðan er alveg, þú veist, þannig að originals og eitthvað annað, það er alveg svona spin-off líka, er það ekki, jú. af Vampire Diaries. En svo er ég líka bara, ég er búin að horfa á alla raunveruleika þætti Oh my god. sem til eru. Ég skil ekki hvernig hefur tíma fyrir þetta. Nei, þetta er bara eina sem ég horfa á. Já. Það er alltaf eitthvað svona ein löng leikinn sería og sería. Já, serja, top-serja. Theories. Og á milli þegar ég fæ ógeð þá horfi ég á reality. Já. Og rosa mikið þegar í Ameríku, ég horfi bara á reality þar. Af því að það er miklu meira úrval af öllu í Ameríku þegar stoppum. Já, ég skilji. Hefur þú hort á Married at First Sight? Breska. Nei, Það er mjög ekki breska. En ég hætti einhvern veginn að horfa, þetta er líka svo ógæst, þú veist, það er bara nýtt aftur á hverjum degi nánast og hann er nánast klukktíma. Eigum við að segja fólkinu hvað við horfum á alltaf í London? Oh my god, já. Það er svona Naked Attraction. Það er ekki. Af hverju held ég alltaf að þeir heita Naked and Afraid? Það er einhverju aðri þættir. Já, við höfum aldrei hort á það. Ég veit, hvað er Naked and Afraid? Sko, ég held að sé Naki og rætt. Nei, ég held sem ég að það sé eins og Survivor nema bara fólk er nakið. Af hverju myndi ykkur fara í þetta? Líka af hverju myndi ykkur fara í Naked Attraction? Fyrir það sem veit ekki hvað Naked Attraction er, ég veit ekki svona hvernig við byrjum að horfa á þetta. Þetta var eitthvað þegar þú varst hjá mér og við vorum eitthvað eftir jam, fá eitthvað McDonald's og var eitthvað svona, hvað er sjónvarpinu? Já, og það var bara eitthvað, já, og svo er þetta svona, gett mikið svona guilty pleasure, þetta er svo ógeðslega skemmtilegt, þetta er svo skrítin þáttur. Ekkert smá skrítið. Þetta er svona, þú veist, svona dating þáttur, það sem að fólk er, þú veist, nakið og þú ert kannski, ef ég er bara eitthvað að velja, þá eru bara 5 nakti gæjar fyrir fram mig. Í samt svona hilki. Já, í hilki, þannig að fyrst sé ég tærnar, eða hnið eða whatever, svo sé ég, þú veist, kynfærin, og svo sé, og ég er alltaf að eliminata eitthvað og svona. Þetta er náttúrulega bara fánulegt koncept, en þetta er svo entertaining, en síðan er ég alltaf bara, hver skrá þessi í þessu? Og svo í lokin þá eru allir naktir einhvern veginn og hann velur þá einhvern af þeim til að fara á date með hann líka nakin. Já, svo kemur hann tilbaka nakin. Já. Og síðan er bara, ok, við ætlum að fara á date og við erum bara bæði nakin. Þetta er mjög áhugavert. Þetta er svona geðveikt góður svona trash þáttur, ef maður er eitthvað Dynasty Jam eða eitthvað svona. Já, bara svona góð afþreying. Mjög góð afþreying. En ertu með eitthvað current obsession núna af einhverju mat? Þú ert náttúrulega mjög specific þegar kemur að mat. Oh my god, ég er svo specific. Ég fæ alltaf svona æði. Svona tímabil. Hvað er í tímabilinu núna? Það er mjög boring. Mjög boring. Ég er alltaf bara að fá mér eitthvað kjúkling og baka grammindi og eitthvað. Obbaka gramm? Af hverju? Myndur þú, nei, af hverju, embla. Hvað? Af hverju myndur þú segja obbakað? Obbakað. Ofnbakað. Ofnbakað. Ekki obbakað. Excuse me, I'm so sorry. Eins og þú sért að segja obbaka kjúkling. Obbaka kjúkling? Nei, kjúkling. Kjúkling, ég segi kjúkling. Ég segi kjúkling. Ofnbakaður, nei, ofnbakað grammiti. Og þetta er mjög boring, en ég er að hugsa hvort það sé eitthvað meira svona, eitt er þetta mjög asnalegt. Hvað? Ég myndi ekki segja þetta sé lengur á sessjónu, ég tók svona tímabil þess að ég var alltaf að kaupa þetta. Seinustu vikurnar mér í London og núna fyrstu vikurnar heima. Alltaf þegar fyrir að ég búið að kaupa mér nammi og kaupa lakrískonfekt. Embla. Og mér líðast þess að ég sé svona gömul kona þegar ég kaupa þetta. Ég fæ ekki breyk frá þér. Hver myndi fara út í búð og kaupa sér lakrískonfekt? Ég fæ bara eitthvað svona, mér langar ekki súkkulaði, mér langar ekki gúmmi. Ég langar mér lakrískonfekt. Þetta er svona eitthvað sem er í glerskál heim í ömmu minni sem búið að liggja þér í mánuð. En það er ógeðslega gott. Svona for the twist, skilur. Það er ógeðslega gott. En hefur þið fengið lakrískonfekt hann
ekki íslenska, heldur hann að, hvað heitir það? Þú stjörnurúluna? Nei, þú veist, bara lakkrískonfekt. Já. Nema þú veist, hann að útlenska, hvað heitir það? Veistu ekki hvað það er? Já, þarna með skrýtna lakkrísinum. Já, það er hann að bláu Já. og bleiku gæðanir. Já. Þeir eru uppáhaldið mitt. Jú. Og alltaf þegar ég kaupið með póka, Kaupir er, þá er ég bara, hversu marg, þetta stundum kaupið ég kannski póka, það er bara engin. og til Svoleiðis. eru þá. Já, alltaf þegar ég opnaði, það er bara, ok, yes, og borðaði það alltaf fyrst. Og þeir eru svo góðir. Oh my god. Þú verður bara asnalegir með hvernig deginu segi þekki þér, sko. Og ég gerði þetta líka alltaf þegar ég var lítil og það var fór, þú veist, í eitthvað jólabóð og það var svona lakkrískonfekt einhvers staðar. Þá ég og bróðir minn alltaf, tókum þá alltaf fyrst. Þeir voru svo góðir. Það verður alltaf að rífast. Nei, þú myndir ekkert mikið að rífast, þú vorum svo góð sískinni. Já. Annars er ég ekkert með Ok. eitthvað mikið matar-obsession. Ert þú með eitthvað matar-obsession? Mm, Eða nammi eitthvað svona snarlega eitthvað? sko, ég er með smá obsession núna af svona, hvað heitir það? Það er svona kartöflu pasta. Það er svona lítið kartöflu pasta. Ó, svona gnocchi. Já, Gnocchi? já, svona gnocchi. Með, sko, parmesanosti, rifnum osti og grænu pesto. Það er enda hljómálega mjög vel. Það er ógeðslega gott. Ég veit fjart mér hafstundum í London, kefti svona gnocchi og svona tilbúin Akkur segir gnocchi? út af því að ég segi þetta bara rétt, svona mín. Segir maður ekki bara gnocchi? Gnocchi. Ég held að það heiti, út af þetta byrjar á G. Er það með jóði? Gnocchi. Nei, þetta er GN. Já, þú segir gnocchi eins og þessi jóði. Hvað sé að gnocchi? Já, gnocchi. Gnocchi? Ég veit það ekki maður. Allavega, ég keypti alltaf svona tilbúna svona tómat marsapón sósu og setti hana og svo burrata. En hvað er mascarpone? Einhver ostur. Er Svona hann smá eins og sætur? rjómaostur. Já, svona, ég held að þetta sé svona sem eins og rjómaostur nema kannski hann sætari. Að því ég er búin að heyra að fólk noti þetta í eftirrétt og Já. svona. Já. Þú getur alveg sett, þú veist, eins og bara orna á pönnukökur eða er marsapón í tiramisu? Það er Já. nýtt obsession, tiramisu. Og espresso martini, ég var aldrei eitthvað svona kaffi eftir þetta manneskja Nei. og allt í einu bara er ég fann að elska tiramisu og espresso martini. Já. It's yummy. Þetta er ekki sopa. Ég er að koma þessu út. Þetta rýma! Ég kosti. Ég er að gráta make-up mitt af. Æ, gráta. Þetta myndi mig á hérna annað obsession sem ég er með. Það rýma. Nei! Jú! Ok, nei, ég ætla ekki. Ég var að segja þetta daginn. Það er gæðin sem er með hættur hérna að rýma eitthvað svona have you ever seen a... Ég veit ekki, ég kann ekkert að koma í það í mig. Og svo... Ok, if you know, you know. Þið veitir alveg hvað ég er að tala um. Þannig gæðin sem er með hættur að svona rýma. Eitthvað svona... Á TikTok? Já, TikTok. Eitthvað svona. Hann er alltaf svona have you ever... Lalalala. Eitthvað svona. Ég var svo mikið að hugsa um daginn. Síðan fór mig að dreyma svona... eins og ég væri svona lúmst. Ég var svona milli svefns og vöku og ég byrjaði svona að hugsa um svona mismundi rím. Eitthvað svona á íslensku, eitthvað svona hvað ég myndi rýma ef að ég var í þessu vídeói. Og hvað? Ég veit ég hefði skrifað niður út, þetta var svolítið sniðt hjá mér. Svona, Manstu? nei, þetta var eitthvað svona, og það var verið að segja, maður var að byrja að segja have you ever, það er eitthvað svona, hefur einhvern tímann, eða hefur þú einhvern tímann verið með kvef? Hefur þú einhvern tímann verið með rautt nef? If you know, you know. Það ætlum að gera svona vídeo, þetta er ógeðslega fyndið. Án gríns, já, ég til það sko. En ég ætlaði ekki að tala um það, ég ætlaði að tala um annað. Ég ætlaði að tala um tónlist. Ég er búin að vera ógeðslega obsessed með Söru Larsson. Hún er svo mikið queen. Hún er svo mikið it girl, hún er bara... En hún er alltaf búin að vera það. En ég held bara, the world is waking up. Án gríns. Í Norðurlöndunum er hún alltaf búin að vera bara... Við erum búin að vera að hlusta á hana bara síðan í grunnskóla, sko. Já. Þegar hún var með Nobody sees, nobody knows. Þú veist, við vorum búið til, nei, ekki TikTok, við vorum búið til Vídeostar. Já. Við hana bara þegar við vorum, þú veist, 12 ára. Þannig að... Við elskum hann, sko. Já, hún er bara a Scandi queen og hún, þú veist, loksins einhvern veginn bara, hún er að eina sem ég sé á TikTokinu mínu. Já. Og make-up hennar, I'm obsessed. Fötin hennar, obsessed. Bara, Dansaður hennar. Já. Hún er bara best. Þú veist, hún á skilið að vera bara jafnstóður og Sabrina Carpenter. 100%, já. Bara, og röddin bara, ertu ekki að grínast það? Hún er geggjuð. Rosalegt. Ég er
sko, my current obsession af lögum, ég held ég sé bara alltaf í James Blunt. Hæ? Það er svo random, eitthvað svona uppáhaldslög. Ég veit það. Eins og Ég hvaða bara, lag? ég elska James Blunt. Syngdu það fyrir okkur. You're beautiful, Það er svona 20 ára gammalt you're lag. beautiful, it's true. Það er svo Is it gammalt. true? Já, Já, ég veit það. Mm. En mér finnst þetta bara svo klassíst og Já, þetta er ég það hlusta ógeðslega mikið á Queen líka. Það var hvort old school. Ég veit það, I'm a old school queen. Já. En ég er líka algjör poppari. Já. Ég myndi álega erfitt með það að fólk spyr mig eitthvað svona, ég hvernig tónlist fílar? Ég er smá bara svona, En ég fíla veit allt, ekki, skilur. já, ég er líka svo astnaleg með, þú veist, stundum er ég að hlusta á bara eitthvað lög sem eru basically bara top 20, whatever, eitthvað, Já, já. bara eitthvað pop, stundum er ég bara eitthvað að hlusta á ABBA, og Já. stundum er ég bara eitthvað að hlusta á The Wicked soundtrack, Já, já, þú veist, og bara eitthvað öskandi Defying Gravity í bílunum mínum. já. Þannig að, já, þetta er svona, ég er ekki beint með neitt smekk, eina sem ég er ekkert eitthvað mikil rappari. Og ég segir eitthvað eitt sem ég hata. Já. Og það eru Hvað? kúrikar. Hæ? Kúrikar? Ég bara, ég get ekki kúrika. Bara allt, Bara yfir höfuð? já, bara allt tengt kúrikum. Bara kúrika hattar, kúrika lög, kúrikar, Country. kúrikar hvernig þeir tala og syngja og þeir í jóðula. Er það ekki kúrikar sem jóðula? Jú. Nei, það er Jú, ekki það er svona jóðle. Það er ekki kúrikar sem jóðla. Víst. Kúrikar er svona Þetta er svona Texas. I left my girl and get down. Þú veist. Já, og svo Jó- kemur í Nei. kjölfarið úr Ég fíla alveg, þú veist, svona, eða svona, sko, ég fíla ekki country tónlist, en ég fíla alveg, þú veist, kúrikastífil og kúrikahatta sem svona fun little accessory. Eins og Já. bara eitthvað svona, maður fara á festival eða eitthvað skilur í kúrikastífil með stali kjút. Já, en ég veit bara að ég yrði eins og lítill miðaldra kallmaður með hatt og í stígvélum. Ekki að vera með, þú veist, bleikan kúrikahatt í einhverju kjút kjól. Ég yrði bara eins og einhver vera. Ekki Þú eins ert og alltaf einhver eins og einhver skvísa. vera. Já, eitt svona talandi um svona föt og eitthvað svona fatar obsession sem ég er búin að vera með núna þegar það er svona kallt. Þú veist, það er alveg leðilegt klasið þegar það er kallt fyrst mér, en eitt sem ég er alltaf spennt fyrir er fur og, þú veist, pelsar. Færi góðan Góður pels. Og ég elska pels og það er bara bæðið, þú veist, gerfi og ekta whatever og það er, þú veist, maður er lít en maður er samt skvísa. Já, Þannig að, þú veist, þetta er svona maður best of both er worlds. alltaf skvísa í pels. Já, og alltaf hlýtt, þannig að þetta er bara svona perfect. Og það sem ég er obsessed með núna að þegar komið vetur og kalt er my moon boots. Ég elska Mér langar svo mikið í moon boots á gríns. að því annarkvort ertu svona á moon boots vagninum finnst það flott og cool og fallegt. Flott og cool. Óksla flott Hipp og og cool og töff. fallegt. Já. Nei, maður segir hipp og cool, ekki hipp og töf. Töff og nett. Eða þá að þér finnst þér bara ekkert spesa, mér Já. finnst þér geggjar. Mér finnst þér ógsta kjút. Já, Það fer samt kannski smá eftir líka hvernig maður stælar á. Já. Eða þú veist. já, Og svona, það meikar sens á Íslandi að vera í moon boots. En það var það sem ég var alltaf að hugsa með, þú veist, þegar ég bjó í London. Það meikar engan Já. sens fyrir mig að vera labbað um götur í London í moon boots. já, Út af það er aldrei snjór. já. Þannig þá lít ég bara út eins og ykkur fáralingur. Það er eins og flest allavega. En já, þannig að, já, mér langar ógsta mikið í moon boots. Öllum litum, hægt að fá það háa og lága. Mér langar svo ógeðslega mikið, einmitt, mér er svo, ég elska skíðatísku og ég kann alveg að skíða smá, en mér langar Hún er ógeðslega svo mikið að vera góð í að skíða Já, og draumur minn er að fara í eitthvað skíðaferð og vera bara í geggjum átfitum og ég veit alltaf skíði snúast ekkert eitthvað átfitin, sko, maður er alltaf líka að vera góður að skíða, en það er góður, skemmtileg bónus. já. Um, Getum við farið og lært á bretti? mér langar ekkert að læra á bretti. Þú getur verið á bretti, ég getur verið á skíðum. Nei, við þurfum að vera eins. En mér finnst bara bretti, það er bara svona, það er svo mikið ekki ég. Það er svona gett svona, cool, þú veist, gett víðum fötum, svona Já, nett fólk. Ég er ekki svona cool. nei, þú ert bara lítill. Mér er skíði flottara, það er svona meira svona fancy, svona einhvern veginn, ég veit ekki, ég fíla skíði. Það er ógeðslega gaman skíðum. Já, Maður er það bara eitthvað að skíða, maður fær hreyfingu, maður fær tann, af því að snjórinn endurspeglast á smettið, þannig að maður fær var alltaf samt tann. að vera með sólavörn Jóhanna. Já. Var hann bara að nota brúnkukrem, ekki vera eitthvað að pæla Er sig. sólverðin brúnkukremi? Nei, Nei, af því þú veist að segja maður eitthvað að nota brúnkukrem. ég er bara bæði, skilur, Já. þú veist, ekki fá, maður á ekki að vera sækist náttúrulega tann, maður á
bara að setja þessu brúnkukrem Já, og það er ekki gott fyrir húðina Já, en sko, ég nota aldrei Jóna, sólverð. Aldrei. það er svo mikilvægt að nota sólverð og ég veit núna búið við Íslandi þannig svona að fólk er alveg með skipta skoðanir á því hvort það þurfi að nota sólverð eða ekki og ég skil það alveg, þannig að það var lítil sólina en þú veist, ég samt bara vil meina að sólverð er bara besta anti-aging dæmið og þú veist, það er hægt að fá ógeðslega næs sólverðnir sem er ekkert eitthvað svona fitugar en eitt, þú veist, bara sem þú notar eins og rakakrem bara áður nú málaði, skilur við, ekkert mál og þú veist bara, why not mér skilur sjá mun ef ég nota það ekki, sko Já, það? Já, eiginlega en, ég veit ekki og svo bara svona einhvern veginn það var svo gott að hafa þetta inn í rútíninu, skilur við mig Já. en ég gerir bara, þú veist, andlitið og hálsinn skilur ég er ekkert eitthvað að setja allan líkmann að taka vetur til á Íslandi ég hef ekki sett á mig sólarverð síðan ég var bara í sólarlöndum og það var svona krakka stykki sólarverð sem ég setti bara á andlitið Jóhanna Kolbrún þetta er ekki gott, sko ég verð bara ein lítil labbandi rúsína Já. Við hliðin á þér eftir 20 ár, sko. Já, ángríns, þegar við erum 50 þá er bara fólk haldið þú sem mamma mín eða eitthvað og ég er bara gett það og þú bara rukkátt og nei, segir svona Þú verður bara að hjálpa mér að velja eitthvað gott Ég er alveg big believer ég skal gefa þér eitthvað sniðut ég á alveg fullt af einhvern sólverðnum nú getur prófið mér af því að húðin mín er rosalega pikki á ég fæ bara bólur og hvað heitir það? Svona útbrot Já, ég fæ útbrot yfir bara furðulegustu kremum og make-um og alls konar. Oh my god. Saman sem húðin alltaf verið fullkomin. Sér þú svo mikið típan alltaf sem þú farið eina bólu bara, ég er bólu, það er gæða dramatísk, bara það er ein bóla. En það er örugglega betra að vera með margar í staðan fyrir bara eina og þá sést hún svo vel. Í staðan fyrir að sé margar og þá er það svona einhvern veginn út allt. Þetta er mikið bull í þér, Jóhanna. Þú segir þetta alltaf ekki svona ef þú mættir núna að velja, viltu vera með eina bólu eða 20? Þú myndir væntanlega að velja bara eina. Þú segir þetta alltaf. Hverju ætti bara að velja? Ég bara vil vera með enga bólu, takk fyrir kærlega. Já, væntanlega, en þú þyrftir að velja, bara hérna kemur bara álfur til þín, bara hérna bara 2 valkostir, skilur. Þú verður að velja einn valkostin. Ég vel þá eina litla bólu, þú veist, rétt í hálsinum eða eitthvað. Rétt í hálsinum? Já, vænt. Oh my god. En ert þú með eitthvað svona make-up obsession núna, right now? Já, sko, ok, eitt svona, þetta er ekki beint make-up en svona skincare, make-up, beauty tengt er svona ekki bronzing, svona brunkudrópar. Já. Og ég set alltaf með brúnkrem einu sinni í viku, ég er brunkufreak. Ég er með mjög mikla rútinu með það. Já. En síðan alltaf andlitið, þú veist, maður þrýfur alltaf andlitið á hverjum degi, þannig að það verður alltaf svona hvítt. Eða ég allavega heldur að ég þrýf ekki að mér svettið. Ég var ekki að tala þig, bara fólk almennt, ég veit það ekki. Já. Ég veit ekkert hvað þú þrýfur oft, Jóhanna. Frekar skítur, sko. Frekar sjaldan svona. Nei, þú veist, þannig að alltaf andlitið verður alltaf hvítast með við restina, skilur. Já. Þannig að þá finnst mér gott að nota svona brunkudrópa, kannski 3 kvöld eða eitthvað og setur bara þú veist rakakremið þitt í lófan og svo bara kannski 4 dropa eða eitthvað og blanda svona og andliti og verður muna að þú hendurnar út af því að eins og gerði ég það ekki og þá var mér brúna lófa þegar ég vaknaði ekki skemmtilegt og maður var að muna að fara þú veist upp á eyrun og svona og það var bara svona lína en þetta er ógeðslega næs og maður vaknar svo ógeðslega ferskur og bara svona bara smá sunkist já, einhvern veginn ekki svona eitthvað gett þú veist, eins og þegar maður setur kannski eins og brúnkakrem í andlitið þú getur kannski orðið svona svolítið mikið þetta er svona svolítið bara svona og þú getur líka ráðið hversu mikið að drópum þú setur skilur og síðan, ég er búin að nota núna frá Tanlux sem eru ógeðslega næs hver kaupir það? Ég keypti bara núna á ASOS sem til Íslands, ógeðslega næs ég veit ekki hvort það fást einhvers þar út í búð en það eru ógeðslega mikið mismunandi drópum sem ég fíla og svo er ég búin að vera að nota frá sama merki svona tanning milk sem er ógeðslega næs líka með svona í miðri viku þegar ég verð aðeins fressa upp á tannið Er það svona instant eða þarf það að færa styrtu eftir á? Þú þarf að færa styrtu en ekki þú veist, eins og mér finnst ég alveg geta bara vaknað og farið í rektina til dæmis þú veist, ég er ekki bara eitthvað stinky þetta er svona, og ekki klístruð þú veist, það er svona alveg kannski smá brunkulegt en ekkert eitthvað svona svaka og þetta fer eiginlega ekkert í lakið þú veist, kannski pink og pons en svona ekkert miða við fróðuna þannig að ég seti það svona, miða viku kannski seti ég, þú veist, þetta hérna mjölkina út um allt aftur þannig hendur og þetta er bara svona hvítt bara eins og body lotion ógeðslega næs og hérna svona miklu auðveldara heldur en að setja
svona meira forgiving heldur en setja fróðina. Já. Og síðan annar reyndar, Makeup Obsession, sem samt svona svolítið bara svona almennt. Mér finnst fólk vera svo mikið bara sleeping on Kylie Cosmetics. Og það alltaf þegar ég minnist á eitthvað Kylie Cosmetics, þá fólk bara eitthvað svona, mér líður svo allir haldi hún sé bara eitthvað með eitthvað dressvörur. Það fólk hugsa bara svona 2016 lip kits eitthvað svona. Eins og sé bara algjört old news. Já, en þú veist eins og skin-tintið, elska skin-tintið. Ég þarf að prófa. Já, ángurinn svo næs. Ég er búin að klára heilan svona gæja og ég á backup með þessa. Og síðan einhver svona augskuga sem ég á svona 4 glimmer augskuga. Svo good. Og svo erum við báðar með the lip kits. The new lip kits. Þau eru geggjuð. Svo næs. Við erum báðar held ég með hana Comes Naturally sem er svona glossy lip kit. Ógeðslega næs. Og getur bæði nota bara svona létt á dagstægilega og svo getur þú pressa í aðeins, byggt aðeins upp fyrir svona næra átt. Ángurins. Perfekt. Svo gott. Bæði liplanir og glossin eru ógeðslega flottir og svona fallegi lit, þú veist, þetta er svona núd og eða bara svona fullkomin núd. Já, þetta er ekki of djúpt. Nei. Þetta er bara fullkomið. Og svona nútral, ekki of brúnt, ekki of bleikt, þetta er svona næs. Þannig að ég mæli mjög mikið með að fólk sé ekki sleeping on Kylie. Já. Og hún er alveg 100%. doing good things. Ég vel líka að hætta með þessa enskuslættur. Alltaf. Það var dagur íslenskara tungum Já, ég veit það. Og við gerðum ekkert annað en tala bara náttúrulega ensku ykkur aðra. Já. Ég bara er líka orðin miklu verri í þessu eftir að ég bjó úti, sko. Já. Það er svona þegar ég tala ensku þá líður mér eins og ég sé alltaf að hugsa íslensku orð sem langar að segja, síðan þegar ég tala íslensku þá líður mér eins og ég sé að segja ensku orð. Já. Og þetta er bara svona algjörströgl. En allt er góði. En veistu hvað mitt nýjasta obsession er við augun á mér, það sem ég geri á hverjum einasta degi núna. Ég veit ekki af hverju ég var ekki búin að hugsa þetta fyrr. En ég tek svona lítinn busta, lítinn mjón busta og setja í dökkurauðan augnskugga. Rauðan? Já, dökkurauðan. Oh my god. Eða svona vínrauðan. Já. Og set undir hjá vasslinni og set fyrir ofan. Oh my god. Og það bara einhvern veginn opnar auga mín, gerir þið meira svona smá foxy. Þannig að mér líður alltaf. Og þú ert með brún augu líka, gerir svona meira. Já, dregur fram brún augun, sko. Oh my god. Þannig að ég mælu með fyrir all brown-eyed girls að Pretty prófa. brown eyes. Ég held að þetta sé bara komið gott í dag. Já. Við viljum bara segja takk kærlega fyrir að hlusta fyrst þáttin okkar. Já. Við erum bara verið með ógeðslega spenntar fyrir því að koma þessu af stað. Já. Og bara svona að byrja þetta almennilega. Við erum með ógeðslega mikið planað, mikið hugmyndum, mikið að fara að gerast. Þannig að bara stay tuned. Við erum bara beginners, þannig að, já. Takk fyrir að horfa. Takk fyrir að horfa. Og við segjum bara bless. Keks í bili. Bye. Bye.